Jæja, nú ætla ég að reyna að gera þennan vef sem við höfum í dag mjög einfaldan og óspennandi að einhverju aðeins meira spennandi og nothæfara. Og ég ætla að taka mig upp við að gera það og tala það sem ég er að gera leið og sjá hvernig það gengur. Þannig að núna það sem við höfum í byrjun grunnurinn af vefnum sem ég var búinn að setja upp. Og hérna höfum við Facebook-dótið sem við erum búin að gera og titilinn á síðunni og það, og hér síðan svo tenging sem við notum yfir í CSS. Þannig að við höfum algjörlega semantic HTML hér sem svona tiltölulega gott, þá mætti alveg bæta það, og það alveg aðskilið frá CSS-inu. Þannig að ef við strókum þetta út og reloadum hérna, þá þetta byrjunarstaðan okkar. Nothæfur vefur, ljótur en nothæfur, og nú ætlum við að gera hann nothæfan og fínan. Þannig að við setjum inn CSS-ið og hér ég bara með þessa reset, og ég ætla að setja inn svona hluti til þess að minna mig á það sem ég ætla að gera. Alvöru reset og svo bara byrjuð. Þannig að núna með því að resetta þá hverfa öll margin, padding, og við setjum box sizing, border box á allt dótið, og ég ætla síðan að byrja því að vinna í headernum og koma honum einhvern veginn í betra stand. Það sem ég ætla að gera hérna að nota klassa, og ég ætla að skýra þá með BEM, sem eitthvað sem ég mun setja upp öðrum fyrirlestri sem ég teku upp, en það leið sem auðveldar og svona dregur úr kognitífa overloadinu við það að finna út einhvern klassa. Og aðalatriðið það að við skýrum þar sem við að vinna með eitthvað. Þannig ég ætla að vinna hérna með header, og svo setjum við klassa á allt saman undir því elementi og segjum header, og svo gerum við 2 underscore og heitið á því sem við erum að fara að stíla. Þannig að núna ég undir þessum header, við getum hugsað það sem einhvern hlut af vefnum eða component eða eitthvað svoleiðis, og ég ætla að kalla þetta bara header title. Svo hérna með nav, og ég ætla að kalla það header nav. Og hér erum við með eitthvað ul sem navigation, og ég veit ekki alveg hvort ég þurfi eitthvað að stíla það til, en ég ætla samt að gefa því einhvern. Hér væri hægt að fara og gera header underscore nav underscore eitthvað meira, en það mjög fljótt að verða mjög suppulegt. Þannig ég ætla bara að kalla þetta header list, header item, og ef við stækkum þetta aðeins sem við vinnum í þessu, tökum þetta svona út, veljum alla, förum hér, pastum, förum í æð, class, header, link, svona. Og þá erum við komin með á þetta hérna, og þá ætla ég að segja hérna ekki header quote, þetta header underscore quote, class, header, þetta getur verið class header quote footer, header site, og þá erum við búin að marka, setja klassa á allt undir header. En það sem þetta leyfir okkur líka að gera það að aðskilja frá markupið á þessum hlutum frá elementinu sem við notum. Þannig að við getum skipt þessu út, með þetta ekki þurfa að vera eitthvað H1, þá getum við breytt þessu í H2. Það hefur ekki áhrif á selektorinn sem ég er að nota til þess að targeta þetta, og þetta gerir það líka verka með ég get endurnýtt title einhvers staðar annars staðar, og ég veit að kontekstið sem ég er að stíla þetta til í undir header title. Okay? Þannig að við færum núna gluggann aftur hérna og horfum á hvað gerist. Þá auðvitað engin breyting þar sem við vorum bara að setja inn klassanafn, en núna getum við byrjað að húka okkur inn í þetta. Þannig hérna ætla ég að setja eitthvað header, marka þetta sem ég er að fara að gera, og ég ætla að byrja því að segja header background pink, uppáhaldsliturinn minn til að lita hluti með í vefnum. Þannig að hérna sjáum við allt hérna undir orðið bleikt. Ok, ef við núna segjum að við viljum hafa þessa hérna fyrirsögn miðjusetta, einhverja báka eða smíða eitthvað,
og ég vil hafa valmyndina síðan vinstri setta eða ég bara jafnvel miðju setta hérna undir og svo undir því þetta kvót. Ok, þá ætla ég að segja að headerinn sé display flex. Þá sjáum við strax að það breytist eitthvað og það sem að breytist sérlega er að hlutirnir fara að raðast upp í röð og það er default er flex direction row og við viljum það ekki, við viljum hafa flex direction column og við breytum því, þá fer þetta að vera alveg eins og það var áður en þannig að nú getum við líka að skoða þetta hérna og við viljum gera justify content center nei, við erum að breyta því þetta align content center ruglast alltaf á þessu items center svona, en nú er þetta eitthvað í áttina því sem við viljum hafa þetta en svo náttúrulega núna ef við skoðum þetta þá er þetta rosalega stórt og eiginlega gengur ekki að hafa þetta svona rosalega stórt þannig að ég ætla að taka og setja utan alla síðuna div class wrapper sem er mjög klassískt heiti á einhverju sem fer utan allt út okkar þannig að nú ætlum bara að skrolla alveg niður alveg hingað draga þetta allt einn og loka divinu hér ok, aftur, engin breyting en þá ætla ég að setja hérna uppi layout þannig hérna ætla ég að setja undir einhverju svona layout klassa ég ætla að segja wrapper við 100% sem ég vill að hann mun alltaf fylla út í alltaf pláss sem hann hefur í tilfelli þessar wrappers þá mun hann hafa allt plássið sem vafrinn hefur þetta viewportið af vafranum og ég ætla að setja hérna background light blue og þá sjáum við hvernig þetta kemur inn þannig að þetta er alveg allt saman hversu mikið það er setjum þetta hérna svona en við viljum það ekki þannig að við ætlum að segja að einhver nytsamleg hámarksbreidd þar til annað kemur ljós er 1200 pixlar þannig að vissum það, reloadum, ekkert hér stækkum og sjáum við hei, hérna er einhverju 1200 pixlar sem við köttum á ok, við viljum ekki hafa þetta svona heldur viljum við hafa þetta miðjusett þannig að margin 0 auto svona þá sjáum við hvernig þetta hafa sér við skoðum þetta svona og svo við zoomum ennþá meira út að þetta er alltaf hámarksbreiddin þannig að nú vitum við það að ég get meðhöndlað headerinn innan þessa wrapper sér og wrapperinn mun passa upp á að við erum búin að constrainta ysta lagið grunn containerinn okkar þannig að við ætlum bara að skipta yfir í að vera með þetta svona þannig að vonandi verður það ekki eitthvað óþægilegt en höfum þetta bleikt í bili og svo er núna auðvelt að gera bara header title align text align center það breytir ekki neinu svo sem það sem að þetta er centerað út frá align items hér en það er betra að vera explicit í þessu og núna kemur upp spurning með letur þannig að ég ætla að segja eitthvað hérna sem segir shared styles og ég ætla að segja body HTML body font family og ég ætla að losa mig við hennan Times New Roman og segja bara Helvetica þar til ég finna eitthvað annan letur og Helvetica er sans serif letur svona þannig að nú er komið eitthvað annar letur og svo ætla ég líka að velja með einhverja grunnstærð til þess að vinna með ég ætla að segja að allt letur er í grunninn 16 pixlar 16 er ágætis tala og er líka grunntalan í vafranum þannig að ekkert breytist en við erum explicit það að við ætlum að vera með þetta og síðan ætla ég að hafa aðra litigerð fyrir alla fyrirsjónir þannig ég ætla að setja hérna bara alveg upp í H6 og ég ætla að leiða mér þetta svo ég þurfi ekki að vera að endurtaka þetta fyrir allt saman þannig ég ætla að segja hérna bara font family það er eina sem ég ætla að skilgreina og núna ætla ég að nota Georgia sem er seriflitur það er annað kemur ljós þá fáum við svona
kontrast á milli letursins, meginmálsins og header letursins. En skoðum betur seinna hvaða leturkerfi passa vel saman. Allavega, núna gengur ekki að hafa þetta svona þétt saman hérna. Þannig ég ætla líka að setja hérna einhverja svona minnisblokk í einhver komment. Segja mér til það. Grunnletur stærð, 16 pixlar. Gutter, sem er þá 30 pixlar, sem er þá sú stærð sem ég ætla að nota alltaf, 32 pixlar, margfeldi af þessu hérna, sem er sú stærð sem ég ætla að nota til þess að færa hlutina frá hver öðrum. Svo getum við farið yfir í svona leikri pælingar svona vertical rhythm í letur uppsetningunni hjá okkur, en við ætlum ekki að gera það í bili. En ég ætla alltaf að segja það, þegar ég ýti hlutum frá, þá ætla ég alltaf að hafa í huga þessa tölu 32. Þannig það er það sem ég ætla að gera hérna. Ég ætla að gera margin og þá vil ég gera upp og niðri. Þá ætla ég að setja 32 pixla og ég ætla ekki að hafa neitt margin fyrir á hliðunum. Þannig þá reloadum við hér og sjáum að þá fáum við meira pláss, sem er fínt. Og ef við skoðum hérna þá sjáum við að þetta er að taka bara það pláss sem það þarf út af þetta er núna flex item og haga sér sem slíkt og við viljum ekkert að breyta því svo sem í bili. Nema fyrir headerinn ætla ég að leyfa honum að skilgreina fyrir ofan sig margin top 32 pixlar og ég ætla bara að setja margin bottom á þetta element. Það einfaldar okkur að setja okkur reglu til dæmis að við ætlum alltaf að setja margin bottom á element, en við ætlum aldrei að láta element ýta sér frá því sem er fyrir ofan það, bara ýta því sem er fyrir neðan það. Þannig að þá erum við aldrei að fara að lenda í því, eða minni líkur að við lendum í því að vera að blanda saman í raun margin top og margin bottom á milli hluta og hlutir fái of mikið bil á milli sín. Við ýtum alltaf bara niður frá okkur. Ok, þá fáum við skiljanlega hérna margin top ýtir þessu frá og marginið er ekki, leikur ekki gegn bakgrunnsmyndinni, nei bakgrunnslitnum eða því sem er, þannig að þá er þetta svona, það er alltaf leið, en nú ætlum við að taka þennan hérna lista og láta hann fara hérna undir og vera eitthvað svona töff. Og það var header nav, en header nav er í rauninni ekkert að fara að gera neitt fyrir okkur, þannig að ég er að spá að breyta þessu yfir í, leiðum þessu bara svona. Og sleppið ég bara að nota þetta, setjum bara header list. Fyrst sem við gerum losna þess að punkta fyrir framann, list style none og svo viljum við láta þetta líka vera display flex, þá fer þetta í row og við viljum að það sé justify content space between, ekki að randa því við viljum bara nota plássu sem er til staðar. Svo færum þetta hérna niður, það er gott að setja sér líka reglur um hvernig við röðum CSS-inu. Hafa þá efst einhverja, yfirleitt mér finnst best að setja position, þar sem ég hef lært af mér betri CSS-unum, setja position efst, svo display, svo leturgerð, svo liti og svo framvegis. Og þá ætlum við að setja hérna að svona display, já, ætlum að setja stærðina hérna, ætlum að segja þessu að hann fyll upp í alltaf pláss sem hann hafi. Hann sé display flex með justify content space between. Ok, sjáum hvernig það tryggir sig. Ok, en það er það hérna nav, header nav og það er að constrainta þennan. Þannig að þessi hér tekur bara það pláss sem hann þarf sem flex item til þess að birta nákvæmlega börnin sín. Þannig að ef við setjum þannig hérna við 100% þá kemur í raun það sem við búumst við. Þannig að við verðum að setja hérna header nav við 100%. Þannig að þetta er alltaf, þessi þarf að vera 100% svo að þessi getur ekki 100% af 100%unum sem er þessi hér breytt. Ok, nú er þetta komið hérna en við sjáum að þetta er alltaf mikið. Þannig að við ætlum líka að segja einhverja max við hérna og þetta mun örugglega líta skelfilega út en ekki það sem við viljum hafa áhyggjur af
akkurat núna. Ok, núna eru þessi item skuluð hér, en það sem að gerast við er að þau eru vinstri jöfnuð út af því að það er default á þessum header list hérna undir header nav. Þannig að þá getum við bara haldið áfram og set display flags hér, justify content center. Þannig að þetta er það sem við þurfum að gera til þess að fá þetta til þess að. Þannig að þetta er box alla leið niður. Þannig að gera þetta svona top of my head og svona, þá eru margir hluti sem maður líklega mættu betur fara. Ok, núna erum við með þessa header list, svo ætlum við að gera header item, náttúrulega ekki að gera við það núna, en það er náttúrulega að gera header link og ég ætla að taka text decoration none, tökum það af og svo er spurning hvaða litur passar fyrir hlekki hérna, gerum eitthvað svona text transform uppercase. Það fyrir að vera svolítið gróft. Setjum frekar bara stærra litur og við erum með 16 pixla, þannig að font size 2 rem. Sjáum hvernig það lítur út ef við fyrir alveg upp í wow, þetta er ekki náttúrulega gott. Þetta séum við líka að brjóta max við. Þetta litur okkar eru svo stórt að það tekur svo mikið pláss að það verður allt þétt. Ok, 24, 1,5 rem. Ok, ja, semlegt. Prófum kannski einhverja aðra litur. Prófum að segja bara Georgia serif. Já, eitthvað svona. Ekkert svakalega fínt, en ok. Við sjáum líka svona óþægilega kannski að horfa á þetta þegar við erum eitthvað þarna undir. Þannig að við setjum header nav, margin bottom 32 pixlar, ýtum við þessu frá neðan, fyrir neðan okkur. Svo getum við gert text font, variant small caps. Ríkum þetta pláss. Ok, þetta er svona eitthvað í bili og svo ætla ég að breyta litlum á þessu af því að svona blár líka litur lítur alltaf skringilega út, þannig að þá finnst mér oft gott að fara bara í hér, gera bara eitthvað color FFF og nota color pickerinn hér og þá getum við séð svona prófa okkur áfram með eitthvað. Við ættum eftir við líka að taka þennan bleika í burtu þar sem að hann skemmir svolítið fyrir okkur við að finna hinn fullkomna lit. Við viljum hafa einhvern kontrast við venjulegt meginmál en ekki kannski of mikið. Blár er svona vinalegur, grænn, nú sést vel af hverju ég er ekki hönnuður. Grænn, svona dökkbláan bara, þessi var fyrir. Tökum þennan lit og setjum hann hérna. Þá séum við að hann er komin hérna og losum okkur við hann að bleika, hann er ekki lengur að hjálpa okkur við að sjá hvað við erum að gera. Ok, og núna langar mér líka til þess að svona eitthvað gefa mér þetta kynna að sé eitthvað svona í gangi hérna. Þannig að ég ætla að setja hover state á linkinn og við hover stateið ætla ég að bara gera ennþá dekkri útgáfu af þessum lit. Þetta er ekki eða setja já, þetta er líka skemmtilegu fítus til þess að mattsa réttum litum ferlega color pickerinn hérna. Setjum frekar
border undir, border bottom 2 pixlar solid, ekki alveg svartan, heldur svona alveg dökk svartan, eða svona. Þá sjáum við hérna hvernig þetta verður svona, þetta fyrir yfir, en þetta svolítið svona grottaralegt þegar þetta fyrir svona beint, þannig að við viljum setja hérna transition border, setjum 250 millisekundur og leiðum bara að vera hérna. Þetta afskaplega skrítið. Þannig að við skulum frekar fara úr því, ekki úr því að vera með engan border, heldur vera úr því að vera með sama border hérna, bara transparent, þannig að liturinn breytist. Þannig að það verður meira svona fade in þegar við kemum, svona aðeins skemmtilega. Ekki mikill munur, en samt mikill munur. Ok, og núna ætla ég að taka þetta og setja þetta einhvern veginn hérna miðju sett undir. Ferlega einfalt útlit einhvern veginn, en hvað með það? Þá ætla ég að setja hérna header quote og ég ætla að byrja því að setja with 100% og það bara 100% eins og ég ætla að setja max width, að þetta er texti, ég ætla að setja 55 rem, sem þýðir þá ekki vera, sem er 50, ekki vera lengri en það að það sé meira en 50 stafir í línunni, sem að gera þetta þá, ætti að gera þetta lesanlegra. Ok, þannig að þetta kemur hérna undir og svo ætlum við aðeins að leika hvað sem er leturgerðina hérna. Þá höfum við þetta text font style italic og stækkum aðeins letrið, font size 16, sjáum hvernig. Þannig að hérna erum við að nota rem sem að þýðir það að við þurfum ekki að hafa ágjörð því við varum búin að breyta einhverju í einhverju fyrir ofan, en líka út í því að við erum að nota BEM og við erum með svona bara mjög basic klassa sem eru samt skópaðir að einhverju leyti, header, quote, þá einfaldar þetta mjög mikið hugarleikfimina og hugarreikningin. Og við ætlum líka að segja að hérna erum við 24 og við setjum svo 1,5 í línubil, sjáum hvernig þetta kemur út. Frekar mikið og stort, höldum okkur þá bara í þessu. Ok, þetta er svona aðeins betra, svo sé ég hérna eitt pet peeve, vitlaust hér, svona, og losum okkur við þetta, svo ætti þetta að vera linkur, gerum það sinna. Þannig að nú er þetta eitthvað að koma, en mér finnst það að vera óbreytt. Þetta er nú farið að vera svona kannski full mikil smámunasemi sem ég er að setja hérna. Drýjum þetta af, svona, fínt í bili. Ok, núna er komin svona einhver haus og það er svona aðeins fara að anda þetta og svo getum við prófa núna hvað gerist, setjum hérna frekar svona, dettum ég bara 100% hér, aðeins meira pláss og sjáum hvernig þetta skalast síðan niður. Þá sjáum við hérna að nú er eitthvað sem við þurfum að spá í. Við erum eitthvað með ekki alveg nógu mikla hérna upplausn hérna, þannig að það sem við viljum gera er að hoppa yfir í fyrirlesturinn sem var hér og meta og taka þetta, loka og setjum þetta hérna. Svona, nú lítur þetta betur út. Þetta er í lagi hérna, svo minnkum við hérna 630, 620 pixla, þá fer plássið
fyrir menjún að verða svolítið skrítið og síðan fyrir að hafa sér skringilega hvað í gangi hérna? Já, þetta hér er sem sagt að valda okkur vandræðum, þessi hérna tafla, þegar hún ýtir öllu layoutinu, þannig að við fáum svona skrítna, skrítið hérna sem við sjáum ef við slökkum á þessu og minnkum gluggann svona, þá sjáum við að þetta hérna, pláss sem er hér, myndast út af því að við erum með þetta svona í pre, því að það er að rugla í öllu saman hjá okkur. Þannig að við slum ekki skoða í raun hvernig þetta er svona responsive fyrir en við erum búin að renna minnst einu svona í gegnum þetta og vippa þessu í aðeins betra shape. Ok, nú ætlum ég að taka þetta hérna, ég ætla að skipta þessu upp í það að vera með eftir efni en ekki fyrirlesturum og losa þetta hérna út af því að þessi blessaða kennslubók er mun erfiðari en ég held og skipta þetta upp í bók sem var þá HTML, CSS og svo myndi þetta inn JavaScript og Node. Og svo ætlum ég að hafa þar fyrir neðan verkefni, kennarar og kennsluáætlun. Þannig þá er þetta svona fyrirlestrar, þetta ætti þá kannski frekar að heita efni og svo verkefni sem er þá hérna og kannski áfangin eða eitthvað hérna í staðinn. En það er eitthvað sem kemur bara. Þannig þá erum við búin að losa okkur við þetta hérna og þá getum við nota hérna folding og setja bara ekki alveg svona mikið, heldur svona. Ok, þá ætlum við að segja hérna er eitthvað main, þurfum ekkert að setja svo sem á það strax. Gætum vilja gera eitthvað annað við það, þannig að ég ætla að setja hérna klasa utanum öll þessi section og hugsa meðan ég er að draga þetta inn hérna hvað hann ætlar að heita og ég ætla að fara alveg hérna niður og loka og þetta er ekkert frábært í hug þannig að ég ætla bara að segja content svo ætla ég að kalla hérna content box þannig að þá að content er það sem heldur utanum allt þetta content og svo content box er hvert box fyrir sig og getum við fóldað þessu ég getum ekki fóldað þessu hér neitt betur svona content box ok, þá getum við segja hérna og svo ef okkur finnst þetta ekki vera nógu gott nafn þá getum við alltaf breytt í bara find a new place content ok, content segjum hérna background pink og svo content box background light blue ok þannig að núna eru boxina því það er ekkert margt sem milli þá sjáum við ekkert enn bleikilita bakvið en við ætlum að hafa svolítið 2 box hérna ég ætla að færa eitthvað af efninu úr fyrsta bóksinu svo það sé ekki alveg svona ójæmt en ég ætla að taka HTML efnið svona setja annað öl hér og ég ætla að setja þetta og loka hér þannig að þá bara færist þetta henni undir og það er svona aðeins kannski jafnari skipting á milli efnis og ég ætla að segja að þetta hérna sé með HTML losum þetta út, skiptir ekki máli og ég ætla að kalla þetta hérna CSS og ég ætla að taka þetta út, skiptir ekki máli og þetta hérna er lígi og nú ætla ég að setja þessi box hérna hlið við hlið þar sem að taka 50% þannig ég ætla að gefa mig núna þessi síða hérna í heild sinni er núna 100% grid það er það sem ég er búin að vera að trýta hérna ég er bara búin að vera að læna hérna í miðjunu á henni þetta efni nú ætla ég að láta sem svo að það sé hérna 2 dálkar sem kom í gegnum 32 pixla gati á milli, svona göttur á milli
Það sem að vinstri megin er HTML og hægra megin er CSS. Ok, hvernig gerum við það? Við þurfum að segja contentinu að það sé display flex. Við ætlum að nota flexbox af því það er awesome. Ok, við gerum þetta svona og þá verður allt í röð. Nú viljum við gera flex wrap sem leyfir sér þá að fara í nýja línu þegar að það er einhver algoritmi sem segir hei, þú þarfst að fara í nýja línu. Og þá sjáum við hvernig þetta fyrir nýja línu en þetta er allt samt svona í smá köku. Svo viljum við segja hérna, bara svo við séum með það á hreinu, with 100%. Nú ætlum við bara að segja, við erum ekkert að fara að spá í því að setja neina max við þetta, af því að við erum bara ímyndað okkur það að við erum í þessu grid og þessi grid lifir inn á einhverjum constraintuðum parent container boxi sem er í raun þessi 1200 pixlar sem við gáum okkur. Svo ef við viljum tweaka hversu stór containerin okkar er, þá bara myndum við stækka hann eða minnka hann og contentið inn í henni mun bara fylgja af því það er í hlutfallslegum stærðum. Þannig að nú vil ég gera justify content space between. Þannig að þá fáum við hérna einhverju svona útdeilingu á einhverju efni og svo viljum við segja content og svo boxin okkar. Þá ætlum við að segja width er 50%. Og þá séum við hvað gerist. Þá fara þau að fylla upp í eins og þau geta hérna en okkur vantar ennþá 32 pixla hérna á milli. Og þá kemur spurningin, hvernig ósköpum gerum við það? Þá grípum við til þess að segja hérna fyrst, hér erum við með with 50%, hér erum við með justify content space between. Þannig að núna ef við fyrir niður 49%, þá eru 2% sem mun vera deilt á milli þessar tveggja boxa og það mun koma hér. Þannig að ef við skoðum þetta box hér og finnum við hérna content box computed, þá er það 588 sinnum 2 mínus 1200 mínus 24 og tvisvar 1% er 12 af þessu, þannig að það passar. Þannig að hann er verið að deila 24 pixlum hérna á milli. En okkur langar ekki til að deila 24 pixlum, við viljum deila akkurat 32 pixlum af því að við viljum í raun að efnið okkar sé fylgi þessu götteri sem við vorum með. Og talandi götter, þá vantar hérna margin bottom 32 pixlar. Þannig að þá ítum við þessu hérna niður. Ok, það sem við gerum þá er það, við veljum okkur einhverja tölu hérna og svo tala er þá 50% mínus 16 pixlar af því að það sem við erum með pláss hvort boxum sig ætlar að vera 16 pixlar frá hérna. Við viljum ekki hafa meira, 32, þannig að þá viljum við segja hérna with calc 50% mínus 16 pixlar. Það er breiddin á boxin okkar. Þannig að þá sjáum við að það fyrir niður í það að vera 584 sinnum 2, 1200 mínus er 32. Þá eru 32 pixlar hérna sem við erum ekkert sérstaklega að útdeila, heldur látum bara justify content space between sjáum það fyrir okkur og núna fer þetta hérna svona niður og er fínt. Þessi hérna bölvaði er ennþá að valda okkur vandræðum, bara svona þá til við förum að díla við hann, þá setjum við bara display none, þá er þetta ekki svona leiðindar og sjáum við að við fáum engan vertical scroll bara hérna, heldur er efnið bara að skala þó að það skali illa niður. Ok, svo viljum við segja að content boxin okkar fá padding 32 pixla. Þannig að núna ætlum við að ýta öllu efninu innan boxins inn á við. En út af því að við erum með að setja hérna box sizing border box í heildinni, þá megum við setja padding sem pixlatölu innan í boxunum. Af því að boxið sem slíkt er ekki að fara að taka padding og border í samtöluna sem við erum að reikna heildar breiddina á sér. Ef við hins vegar myndum nota margin sem er sett inn í það og varum eitthvað að leika með það, margin 10 pixlar,
þá fyrir þetta alltaf að brotna út af því að margin er tekið inn í og þá verður þetta box stærra en þessi hér tala sem við erum með, sem að er í raun nákvæmlega það sem við viljum til þess að fylla nákvæmlega út í boxið, að þegar við viljum ekki lendi því þetta boxi aðeins hérna frá, þannig að við sjáum engan bleikan lit hérna í gegn, sem þýðir að þetta er alveg flush sitt hvorum megin, þetta er alveg beint út í og beint út í, sem er voðalega fínt. Þannig að ef við myndum núna ímynda okkur, þá kemur þessi grind hérna niður og hún skiptir þessu hérna akkurat í tvennt. Og svo ef við myndum vilja, þá getum við sett ímynda okkur annað hérna sem skiptir þessu aftur í fennt. Og þá er svona farið að vera spurning hvort við ætlum að vera með einhvern svona visual guide til þess að sjá betur hvað við erum að gera. Nú finnst mér þetta hérna að vera svolítið einhvern veginn ójafnt, mér finnst þetta svolítið mikið pláss, þannig að ég ætla að leyfa mér það að hafa 16 pixla ofan og neðan, þannig að mér finnst það svona líta betur út. Ok. Svo er spurning öll þessi allt þetta efni hérna, nú þurfum við að gera eitthvað við það, þannig að ég ætla að segja fyrir content box ætla ég að setja class content title og samanskapi hér class content title. Ok, einhver breyting, þannig við ætlum að setja samt hérna content title og við ætlum að setja margin bottom, ekki alveg rétt, margin bottom 32 pixla, svolítið mikið, lefum okkur eftir að helminga það til þess að fá 16 pixla, en það er einmitt 1 rem, þannig að við getum líka gert það þannig, hei. Og svo ætla ég að setja hérna, fjarlægja þetta, ég ætla ekki endilega, ok, class content list og núna lendum við í því að við erum að fara að fá afskaplega mikið af lim sem við þurfum að bæta við, þannig að þá slúum við gera svona find li, replace li, class content item bill og svo ætlum við að gera þetta var vitlaust shortcut, svona, ok, og replace, og látt svona. Ég ætlum bara að hugsa um þessi 2 box og skilja hinn eftir sem æfingu fyrir næsta skipti. Ok, þannig að núna erum við með þetta hérna og sjáum að example hérna undir tók ekki, en nú ætlum ég að segja nota sama trikk, find ul class content examples svona replace það var þetta of aggressíft af því að þetta eftir að setja content list hérna. Ok, place, svona, ok, og svo að samanskapi fyrir öll þessi byrjandi á réttum stað, hérna, svona, þá ætlum við að setja class, og hérna kemur svona examples item. Þannig að við erum farin að only 2 hard problems in computer science, naming things and cache invalidation. Svona, tikk. Og nú getur maður ekki spurt sig, er þetta ekki svolítið afskaplega ótrúlega mikið overkill? Jú, það má vel færa rök fyrir því, en að samanskapi erum við að vera mjög explicit það hvar við erum að setja á hvað er hvað í síðan okkar. Þannig núna er bara að vona að þetta sé allt satt og rétt sem ég gerði og við getum gert það content list varum við með content item content
examples content example item. Ok, hér lítur allt ennþá eðlilega út. Nú ber þetta svolítið keim af því að þetta eru listar af efni sem ætti ekkert endilega að vera listar, en svona ekki að tími að breyta því, svona bara reyna að láta þetta einhvern veginn líta aðeins betur út. Ok, hvernig getum við gert það? Gerum bara eitthvað quick and dirty. Við ætlum að gera list style none á þennan og þennan. Þetta allar þessar hérna pílur út. Svo ætlum við að segja þessi hérna, hann ætlar að vera indregin. Það ætti að vera indregin margin left, padding left, 32 pixlar, sjáum hvernig það kemur út. Já, það er fínt. Ok, og svo ætlum við að segja að þessi listi hér ætlar að vera margin bottom, að við ætlum að íta þessu frá 32 pixlar. Þannig að við ítum þetta var ekki eins og við ætlum. Content item, content item, content list, content list, content list, margin bottom. Já, nei, af því þetta er náttúrulega allur listin, þannig að við viljum setja þetta hérna. Svona, þetta er kannski vilt mikið. 16 pixlar. Ok, nú er eitthvað svona farið að gera svona samt. Svona. Og svo eru þessir hérna linkar svona hálfgerðir bastardar. Af því að þegar þetta fyrir að vera svona langt þá fyrir þetta að rappa skringilega. Þetta hérna er líka, þannig að við ætlum að taka hérna þessi content example item, eða réttar sagt þannig hérna dúta, og við ætlum að segja display flex, og þá fyrir allir hlutin í row, og þá ætlum við að segja flex wrap, og við ætlum að segja justify content space around, og við ætlum að segja fyrir hvern item ætlum við að setja eitthvað svona border út um hann. 1 pixel, solid, eitthvað svona ljósgráan. Þetta er ekki alveg eins og ég hafði hugsað mér að þetta myndi fara, en það er aldrei svoleiðis þegar við vinnum með CSS. Content examples item examples, svona, ok. Og svo ætlum við að setja eitthvað smá padding á þetta, og þá ætlum við að leyfa okkur að deila enn frekar í þessa tölu okkar, ok, og þetta er skelfilegt, en við getum hugsanlega laga þetta með að segja align items, content. Nei, við erum ekki fyrir nýja línu. Jú, við vistu fyrir nýja línu. Align. Allavega, hættum að hugsa þetta aðeins í bili, og hér er alveg spurning um það að ná bara í gamla góða float, af því að það er bara einfallega fljótlegra. Float left gerir pretty much sem ég langar, svo lengi sem ég geri clear á þennan hérna. Svona, nei. Hint það að þetta sé farið að verða nógu langt, já, er þegar við verðum farið að
lenda í svona, þannig að einmitt pínta klukkan. Ok, þessi á að klíra. Þessi er content item. Ég er að setja þetta á alla villu staðina. Svona, 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 svona. Ok. Og þá sjáum við einmitt að okkur vantar líka að láta content examples íta niður fyrir sig. Svona. En nú er það ekki blokk. Þannig að þess vegna vill það ekki gera þetta fyrir okkur. Jú, það var að blokk. En það þarf líka að flóta til þess að fái hæð. Ok, svona, content examples, float left. Nú er þetta dottið í svona að vera alveg mjög dæmigerð CSS vinna. Endalaust bras, margin left, nei, right. 4 pixlar, svona, færum þetta aðeins í sundur, margin bottom, 4 pixlar, svona, og svo nenni ég ekki að fara að marka upp alla linkana hérna, þannig ég ætla að taka með shortcut og setja text decoration none. Það er skemmtilegra. Sjáum að CSS-skjalið okkar er fljótt að stekka, lengjast, svona. Nú erum við hérna komið með eitthvað svona, einhverja linka og þá má færa rök fyrir því að þetta sé aðeins snyrtilegra en það sem áður var. Ok, leyfum þessu að vera svona og það sem við ætlum að gera núna er að droppa þessum litum og skoða hvað gerist þegar við erum að minnka þessa síðu. Núna ætlum við að kveikja þessu þegar við erum búin að slökkva á þessu lengdar. Við ætlum að setja í responsive sem leyfir okkur að draga þetta hérna og við ætlum að fara í 100% og við vorum að zooma inn. Þannig að núna er þetta eins og ef við erum ekki með þetta hérna, svona. Ok, hvað gerist núna þegar við minnkum síðuna? Ok, skalast fínt. Hversu fínt er þetta? Ég hef séð það fallegra og við ætlum að leyfa okkur að taka þessi examples og segja hérna margin bottom 4 pixlar, ítum þessu hérna aðeins frá skemmum. Þetta á að vera, nei, þessi. Ok, selectum þetta hérna. Content item, margin bottom, clearar þess að fá að veita svona ljótt og því þetta er ekki display block. Það skilur svona ok, það er að vera. Ég er ekki alveg ok. Þannig að segjum bara þetta sé fínt, þó að segja þykjumst. Og sjáum við hérna að núna erum við að lenda í því að hérna þetta komið svona óþarflega langt upp í síðuna. Þannig að við viljum fara núna og við hoppum þá tilbaka og erum núna aðeins að vinna í þessu sem við erum að gera og þá munum við hérna header. Hann má skilgreina padding, af því að það kemur ekki inn í breiddina á honum. Það ætla að segja padding 16 pixlar
til vinstri og hægri. Þá fáum við þetta hérna, þetta mun aldrei fara alveg upp að, þetta lítið svona og svo ætlum við að finna okkur einhvern punkt þar sem að þetta hérna þá svona allt í lagi 780 hljómum sem afskaplega fín tala. Og þá ætlum við að taka hérna og færum þetta bara niður þess að sé ekki fyrir okkur. Við ætlum aftur að hoppa yfir í fyrirlestur og ræna syntax sem ég get aldrei skrifað eftir minni og 780 var það. 780 og þá ætlum við að gera einhverja breytingar á því sem hérna. Þá er spurning hvaða breytingar ætlum við að gera. Það liggur beinast við að 680 að setja þá boxin í nýja línu. Ok, þá vorum við þetta hérna og þessi hér tala sem er fallbackið, þá getum við séð hvernig hún hafa sig núna. Hún er í lagi, hún er alltaf í lagi. Þannig að ef við getum ekki kalkað, þá væri við svona cirka bát á sama stað. Ekki alveg, en cirka bát. Ok, og nú ætlum við að gera það sama hérna og við ætlum að segja fyrir content box þá höfum við hérna, mér finnst gott að grúppa þetta saman þannig að við erum með þessi content hérna og svo kemur í lokin þetta hérna. Svo þegar við erum að skoða svona preprocessora þá sjáum við hvernig það er betra að stilla þessu upp saman. Við ætlum ekkert að fara að breyta þessu en við ætlum að segja 100% kalk. Það er ekkert að gera. Við ætlum bara að segja 100%. Og þá sjáum við hvernig þetta breytir hérna. Hérna hoppar þetta á milli þessara tveggja layouta sem við erum með. Þegar við zoomum út þá sjáum við erum svona max width heldur þessu þannig, svo minkum dingum á 680, þá fer þetta niður ding niður 470, 400 og hérna sjáum við hér förum við að lenda í vandræðum með headerinn okkar þannig að segjum við 460 þá ætlum við að breyta headernum setjum þetta samanskapi upp hérna og þá ætlum við að segja header nav header list ætlum að breyta honum tökum við bara hérna, copyum og setjum hér og þá ætlum við villist item header þetta er rétt item. Ok. Við ætlum að breyta því hvernig þetta er. Við ætlum að segja flex direction column og tökum þetta út. Við erum ekki verið að breyta þessu neitt. Þetta heldur sér erfist. Svona. Og svo við þetta fyrir svona en þá ætlum við ekki að gera þetta hérna, heldur ætlum við að hafa þetta með miðjað. Þannig að align items center. Svona. Ok, þetta er bara fínt svona í bili. Taflan lítur alltaf lagi út, þetta lítur alltaf lagi út, það má alveg færa rök fyrir því að þetta sé ekki verra en það sem við byrjum með sem er alltaf gott. Fyrir utan það að við erum ekki með dæmitímakennana út af þessu blessaða pre, þannig að tökum þetta út svona og setjum þetta hérna þannig að sjáum við hvað leti er ekki virtue í þessu tilfelli setjum þetta bara í p þetta sé svona brúklegt þannig skiljum við þetta nú er allt farið að hringsnúast í höndunum á mér tími til að segja þetta gott fyrir hérna alveg tilbaka drögum þetta inn rétt hingað setjum p og p lokum ok, þetta er fínt
content box, þetta er að íta hérna niður, þetta er að íta þetta alltaf lagi. Ok, þetta er, já, ég held að þetta sé betri þar sem við byrjuðum með og eitthvað sem við getum alveg unnið síðan eitthvað áfram með. Sjáum að það að þetta fari hérna niður í það content boxin séu 100%. Ég gæti líka hafa farið í æfingar við að breyta því hvernig flexboxið er að aligna þessu, en höfum það sem æfingu fyrir næsta session.